Fyrsta lagi að það sem fólk þarf að fatta ef þú ert þarna fyrir utan og ert ekki leikmaður hjá honum, ef þú ert ekki foreldur leikmanns hjá honum, þá í rauninni veistu ekkert hvað er að gerast þarna. Þú horfir á einhvern körfuboltaleik þar sem að það einhverjir krakkar sem eru bara þvílíkt intense og bara þvílíkt mikið brjálað einhvern veginn á vellinum og það einhver öskur og einhvað. En þú fattar ekki neitt hvað í gangi þarna bak við tjöldin. Það sem fólk fyrir utan prógrami sér, það kemur á leiki og sér einhvern brjálaðan gaur á hliðarlínunni og öskra á alla og nota einhvern orðaforða sem hann fílar ekki og eitthvað. Og það sem fólk sér ekki er allur tíminn sem hann setur í þetta, allir fundirnir, allar æfingarnar, öll one-on-one samtölin, alltaf dót sem eru á allt öðru annarri tíðinni. Já, þó hann gagnrýnir mig þá oft það mjög kannski erfitt að taka því þá. En svo sér maður mjög vel eftir á að þetta var algjörlega það sem ég þurfti á að halda. Og hann var alltaf með lausnir fyrir mann, hann var alltaf með einhverju ráð. Og það er það sem ég fíla svo við Brynjar. Hann ekki bara gagnrýnir þig, heldur kemur hann þá bara með lausnirnar leið. Hann pönkast aðeins á þér og vekur þig til umhugsunar. Og svo kemur hann með verkfærin til þess að vinna í þessu. Það sem mér finnst þá sem að gagnrýna þjálfunaraðferðir Brynjars, finnst mér vera svona gegnum gangandi, þá finnst mér það vera fólk sem að skilur hann ekki sko. Og ekki búið að gefa sér tíma í að skilja það sem hann að gera. Sjá bara dálítið utanfrá og þá þetta bara klikkhaus sem alltaf að frussa framan í einhverja krakka sem alltaf ungir. Til að láta tala svona við sig. On the court is business. You as a coach, you're there to make your team get better. You have to hold players accountable. Off the court, it's different. You see a different side. He relaxes. He's that fun teddy bear. He's a different person. So you have to learn to adjust as a player too. So as you get on the court, you have to learn. You're not going to get that teddy bear. You're gonna get cussed out, you're gonna get held accountable. Eitt aðalgildið sem hann ól á og hafði í hávegum var auðmýkt. Hroki var einmitt helsti lösturinn og þetta það sem fer alveg gífurlega í mig þegar fólk talar Brynjar Karl og segir hann svo hrokafullur, ég á svo erfitt með að þola það. Því ég bara, nei, segðu hvað sem þú vilt Brynjar Karl, bara ekki segja þetta. Því að fyrir mann sem þekki Brynjar Karl, hefur starfað með honum, verið með honum þetta lengi, veit hvað auðmýkt skiptir miklu máli. Ég ætla ekki að segja að hann sé alltaf auðmjúkur, það engin maður alltaf auðmjúkur, en ég veit að hann reynir það og ég veit að það gildi hjá honum. Ég ætla heldur aldrei að segja að hann sé aldrei hrokafullur, því að allir menn geta gerð sekir það, en það löstur hjá honum. Bara til dæmis, það var bara tekin klukkutíma fundur sem var verið að ræða það, hvernig þú átt að taka gagnrýni. Áður en að æfingi byrjaði, þannig að þú tókst klukkutíma fund, þar sem var verið að tala það, og maður ekki alveg að skilja það í byrjun, bara að tala það, svo fórstu á æfingu í 2 tíma, skilurðu. Sem náttúrulega skrítið, af því að það enginn að gera. Mikið af fólki hefur mjög sterkar skoðanir á þessu eingöngu bara með að sjá koma kannski inn á eina æfingu og sér hann öskra á einhverja 12 ára stelpu, kalla hann lufsu eða eitthvað og þá bara dómurinn fallinn í staðinn fyrir að kynna sér aðeins hlutina því að fólk veit ekkert hvað í gangi. Það meikar ekkert sens að fólk sem fyrir utan þetta sé mynda sér skoðun á þessu þegar ekki með heildarmyndina. Og það sem einkennir fólk sem fílar ekki Brynjar oft fólk sem hann hefur annarkvort hjólað eitthvað í og það hefur ekki fílað eða hann hefur bent á eitthvað sem það er að gera illa og það verður sárt. Og þú tala við fólk sem hefur spilað hjá honum, langstærsti hópurinn af því fólki ber mikla virðingu fyrir honum. Þú veist ekkert hvað Brynjar að segja við þessa krakka utan vallar eða hvað hann var að segja til dæmis við mig utan vallar, hvað hann var að hvetja mig áfram til þess að ég myndi bæta mig utan vallar í körfunni eða hvað hann var að segja þjálfa mann upp til að höndla mótlæti betur eða höndla betur eða hvað þjálfari öskrar á þig eða hvað. Hann raunin að undirbúa þig fyrir alls konar aðstæður sem getur komið upp í lífinu. Þetta erfitt. Hann að láta fólk gera eitthvað sem það hefur ekki gert áður. Það bara drullu óþægilegt. Auðvelt að gagnrýna það, eitthvað sem þú hefur aldrei séð áður. En svo aðeins einbyttur að því hvað hann að gera og fylgist með honum og hugsa aðeins.
að þá er hann bara að sjá þörfina hjá þessum krökkum og þessum einstaklingum og mæta henni. He's teaching these kids to listen to what he's saying, not necessarily how he's saying it. And that's so important because his kids are going to go to the next coach, whoever coaches them, and they're going to hear coaches shout at them and they're going to be like, yeah, okay, that's what I'm going to do. Where the parents of the kids that haven't been shouted at before or haven't been, cussed out a little bit or told what they're doing wrong, they're just going to be like, yeah, it's different, You learn from this, and this carries over into the workplace too. If your boss yells at you, there are people that are just gonna be like, okay, I quit. Hvað hann að hjálpa þér að ganga út í lífi, sko, því að ég man alltaf að Brynjar sagði, sko, þið að fara að lenda í svo miklu mótlæti í lífinu og það ætlaði að byrja að kóðna eitthvað á körfuboltaæfingum. Ég rétt að ímynda ykkur hvernig þið verðið, sko, þið lendið ykkur alvöru mótlæti og svo áttar maður sig náttúrulega bara á því að þegar maður er eitthvað erfitt á æfingu, sko, það bara eitthvað peanuts á meðan við það sem maður lendir í þegar maður fer bara eins og atvinnumarkaðinn. Þarna fá þau að takast af mótlæti og fá öll þau verkfæri sem þau þurfa í lífinu og þau munu alltaf græða á því að þau fá bara forskot á aðra með því að takast á við svona þjálfun eins og Brynjar er með. Ef þú ert ekki leikmaður þarna, þá ertu klárlega ekki að fatta þetta og jafnvel að þú ert leikmaður hjá honum í hálft ár, þá geti ég trú að þú sért ekki að fatta þetta. Þú ert búin að vera leikmaður hjá honum í heilt ár, þá gætirðu mögulega verið búin að fatta þetta. En ég er alveg viss að þú ert búin að vera leikmaður hjá honum í 3 eða 4 ár, þá ertu algjörlega búin að fatta þetta, sko.